verkefnið 7 fyrsta JavaScript verkefnið af 4 en við ætlum í raun að búa til sama forritið eða svona sama leikinn í fyrstu 2 verkefnunum. Fyrst ætlum við núna að búa til skæriblað-steinn, bara svona mjög einfalt forrit þar sem við spilum út í tölvunni og reynum okkar besta til þess að vinna hana. En núna ætlum við bara að nota alert og prompt til þess að taka við inntaki frá notandanum. Svo í næstu viku, þegar við erum búin að læra hvernig við tengjum við í raun HTML-ið okkar, þá ætlum við að búa til leikinn sem eitthvað sem sýnilegt á skjánum. Þannig að við sjáum í raun eitthvað svona á skjánum og ítum á eitthvað og gerum eitthvað með HTML og CSS. En núna til þess að byrja með þá ætlum við bara að spila þetta svona á móti svona í gegnum konsolið, þessu öll dæmin sem ég er búin að vera að taka. Og verkefnið er sem sagt með gefnum grunni, þar sem við erum í raun með þessar punktskjöl hérna sem við sáum í fyrirlestunum núna fyrir 2 vikum fyrir Git. Svo erum við með package.json sem er með uppsetningu á browsersync og skriftu fyrir dev sem í raun keyrir og refreshar á móti index.html og script.js. Og script.js, skjalið, er tengt við og við sjáum það aðeins betur í næstu viku hvernig við vinnum með það, en það er í raun tengt við HTML skjalið. Síðan er gefinn hérna grunnur sem er í raun með breytum og þessi skjölin hérna sem ég er að nýta, sem er hérna að nota 2 stjörnur, er í raun runnin undan Javadoc og er í raun bara útvarsla af Javadoc sem kallast JSdoc og hefur í raun leið hérna til þess að skilgreina hvernig föllin að haga sér. Þannig að þið eru með hérna föll sem eru skjöluð með þessu JSdoc. Þá erum við með eitthvað hérna is valid best of og þá er það eitthvað fall sem á að taka inn tölu og sem á að athuga og skila true eða false og þá er það í raun til að athuga hvort þessi rétt best of gildi. Þegar leikurinn á að vera þannig, þá fyrir við tilbaka, að við byrjum með því að opna konsolið og skrifum play, köllum í fallið play, af því að við erum forritara og við kunnum þetta. Síðan byrjar þá forritað að spyrja okkur hvað viltu spila marga leiki. Þannig að við erum að fara að spila best of eitthvað og best of það er alltaf skilgreint sem oddatala. Best of 1, þá spilum við bara 1 leik, best of 3, þá spilum við þangað til að annarkor spilarinn er komið 2 sigra, best of 5, annarkor spilarinn er komið 3 sigra og svo framvegis upp að þessu max best of sem er skilgreint hérna í grunninn hérna sem 10. Þannig að þetta hérna is valid best of á að athuga þetta, er þetta rétt inntak. Ef svo er, þá höldum við bara áfram og spilum leiki. Ef ekki, þá ætlum við að skrifa hérna í console með console error að það sé ógilt gildi og bara hætta. Þannig að við ætlum að skrifa aftur play til þess að byrja að spila annan leik. Og síðan er markmiðið að spila nógu margar umferðir til þess að finna sigurvegara og vonandi verða það við en ekki tölvan. En það sem á að gerast þá er í raun að notandinn er beðinn inntak með prompt. Það sem er í raun valið 1, 2 eða 3, þar sem 1 er skæri, 2 er blað og steinn er 3. Og síðan er valið af handahófi fyrir tölvuna 1, 2 eða 3. Og síðan er í raun þarf að athuga hver vinnur. En þess að byrja með þá náttúrulega athuga hvort að það sem að notandinn slóinn sé í raun og veru 1, 2 eða 3. Þannig að við stilla A eða ekkert, að þá í raun segjum við bara eitthvað, þú kannt ekki lesa leiðbeiningar, tölvan vinnur þessu umferð. En ef við sláum inn 1 og tölvan sló inn 1, þá sjáum við hérna, sama er valið, það er jafntefli. Við erum að spila þessu umferð aftur. Og við spilum í raun bara þangað til það er ekki jafntefli og annarkvort tölvan eða við vinnum. Og þá er raun skæri vinnur blað, blað vinnur stein og steinn vinnur skæri. Og þá erum við með fyrir þetta sem sagt hérna play as text sem er til þess að geta birt notandanum þetta hvor vann, að þá er þetta eitthvað fall sem á að taka inn hérna play, það er enda vantar hérna function skilgreininguna sem ég laga bara eftir, að þá tökum við inn einhverja af þessum tölum hérna, þá er hvort sem að það er hérna strengur eða tala og þá eigum við að skila hvað þetta er. Þannig að 1 er skæri, 2 er blað og 3 er steinn. Og ég er með þess að hérna undir er þessi console assert og console assert er þess að annað fall á console-hlutnum sem er þannig að ef þetta hérna, þessi segð, hérna þetta statement er true, þannig að ef ég kalla í is valid best of 1 þá er ég að fá true og ef þetta hérna, þetta endar sem true þá gerist ekki neitt. Ef þetta endar ekki sem true þá fæ ég í raun villu í konsolið sem stendur með þessu hérna message og þetta er svona ódýr leið til að búa til próf.
Þannig að við erum í raun bara þetta ódýrasta leiðin til að búa til eitthvað testframework fyrir okkur. Þannig að við erum í raun að búa til fall, við erum að búa til test fyrir fallið okkar. Og þarna einmitt sko, ef við getum gert svona, við getum skilgreint test fyrir fallið okkar, þá erum við með bara nokkuð gott fall. Þegar það þýðir að það er með eitthvað ákveðið argument, og fyrir eitthvað ákveðið argument þá viljum við fá fyrir eitthvað ákveðið input, þá viljum við fá eitthvað ákveðið output og þá getum við bara staðfest þetta. Og þegar þið byrja að forrita þá er þetta oft þannig að maður er eitthvað svona, ok, ég ætla að skrifa fallið mitt, ok, svo ætla ég að fara eitthvað hérna fyrir console eða eitthvað, wow, hvað er í gang hérna? Og ég bara eitthvað, ok, ég ætla að kalla fallið mitt og ég ætla að sjá hérna, ok, ég kalla fallið mitt með einum, ok, þetta er rétt, geggjað. Ég ætla að fara áfram og ég ætla að skrifa núna hvað gerist þegar ég kalla með tveimur. En ef við hugsum þetta einu stigi skrifa ofar, hvað ef allar þessar athuganir okkar, við myndum bara skrifa kóða fyrir það. Og það er þetta að skrifa test fyrir kóðan okkar snýst um. Og þetta er svona einfaldast sem við getum gert til þess að byrja að hugsa svoleiðis. Er í raun bara þetta að skrifa þetta test einu sinni og láta tölvuna sem bara keyra það. Þannig að ef við erum búin að gera þetta, við erum búin að skrifa hérna, skila fallið með þetta fyrir þetta, búin að gera þetta 100 sinnum, þá er ég komið með 100 test og þá veit ég bara alltaf, það kom ekki með neina villur, þá veit ég bara, vá, öll testin mín er í lagi, ég er greinilega með solid kóða. En ef við erum alltaf að gera þetta manually, við erum alltaf að manually verifya, er fallið mitt í lagi. Og svo snýr ég mér að næsta verkefni og ég ger eitthvað í því sem að brýtur fyrra testið. Og þá erum við bara eitthvað, ok, þá er bara, já, ég þarf að muna núna, ég þarf að prófa þetta og þetta og þetta og þetta. Og þá erum við farin að endurtaka hluti sem er rosalega gott að láta bara tölvur gera. Því að tölvur eru langbestar í því að gera eitthvað sem er ótrúlega straightforward og svona þetta endurtaka hratt og örugglega. Þannig að ef við skoðum, já, ég held ég hafi búin að fara yfir þetta hérna. Já, og svo við spilum þetta og ef að slegið ógilt gildi þá vinnur tölvan. Ef við viljum cancel, ég geti sett cancel, ég geti escape, þá er bara hætta leiknum alveg, bara eins og við höfum bara loka öllum þessum confirm klukkum. Og síðan, ef ég kalli games í console, þá er ég að fá upplýsingar það hvað ég er búin að spila marga leiki. Og hversu marga ég hef unnið og hversu mörgum ég hef tapað. Og þarna á að skila bara hlutfalli og með 2 aukastöfum og síðan ef engin leikur, laga þetta líka hérna, þá má bara spila 0 leiki. Það er ekki að byrsta þetta hérna fyrir neðan. Síðan ætlum við að setja þetta upp á Netlify og síðan ætlum við svona að vanda okkur við það bara núna áður en við förum að nota tól til þess að hjálpa okkur við að gera þetta, bara fá aðeins svona, skrifa þetta bara algjörlega hratt. Þetta er bara algjörlega JavaScript, skrifa í ritil á nokkura tóla, á nokkura frameworka, á nokkura hjálpar fyrir utan við erum með Package.json til þess að fá browsersyncið, en annars erum við bara að skrifa JavaScript algjörlega á nokkura utanaðkomandi aðstöðar. Og síðan ætlum við að setja þetta upp á Netlify, þannig að það þarf að bæta við bildferdi líka og þá er þetta bara til þess að íta á rifja upp áður en þið fara að skila síðan hópverkefninu sem má líka skila þar. Þannig að ef við förum og kíkjum á það sem ég er gefið hérna, sjá, held ég hafi, já, þannig hérna við í raun bara með þetta sem er gefið, sem við sáum hérna áðan, og ég ætla að fara núna og ég ætla að útfara hérna is valid best of. Þannig að þá get ég byrjað því bara hérna að fara og ég get stróka út allt þetta hér og núna ef ég keyri þetta, þannig við sjáum báða í einu, svona, og þá sjáum við hérna að núna fara allir þessi assertion hérna kick in. Það segir bara eitthvað, 1 er valid best of, það assertion failaði. Þannig núna get ég svona sagt, ok, if best of jafnt og 1, return true. Ok, svo seifa ég, nú er það assertion farið. Þannig núna er komið hérna, ef við reloadum, nú er þetta hérna, þetta er satt. Þannig að þetta er ekki lengur að baka okkur. Þannig nú þurfum við, ok, 2 er ekki valid best of, ok. Þá getum við sagt hérna return false. Ok, ef þetta er ekki 1, þá er þetta bara false. Ok, nú erum við búin að koma hérna með, svona, en nú er bara 1 assertion eftir. 9 er valid best of. Ok, if best of jafnt og 9, return true. Ok, nú er ekki lengur neitt að baka okkur, en er fallið samt rétt. Þannig nú getur ég sagt, ok, hvað þarf ég til þess að feila þetta? Þannig að nú getur ég alveg hvort haldið áfram eða ég getur
tiltekið öll casein hérna bara eitthvað fyrir allar 8 tölunar, eða ég get hugsað, ok, get ég einhvern veginn reiknað út hvort að best of talan sé 8 tala og hvort hún sé á þessu bili sem við erum með skilgreint, að hún var í raun að vera jákvæð heiltala, stærri en 0, minni en max best of. Þannig að geti þá einhvern veginn tekið þetta allt út hérna og í staðinn notað einhverja lógík til þess að reikna þetta út. Þannig að það er partur af verkefninu. Og síðan í raun ef við sjáum hérna að við erum með þetta play hérna með í raun tillögum frá mér að því hvernig ég ætti að hugsa þetta. Byrjaði að spyrja fjölda leikja, staðfesta að það sé rétt, keyra síðan fjölda leikja í einhverju lúpu, þannig að þú ætlar að spila best out of 5, þannig að þú þarf að spila 5 umferðir, þannig að ég þarf að reyna að spila því gegnum 5 umferðir og hver umferð er hérna í round og hver umferð er síðan önnur ítrum þarna, þar sem ég reyna spyr þig, hvað spila þú, ég athuga hvað spila tölvan, með því að nota þessi hérna segð. Ég nota svo þetta check game til þess að athuga hver vinnur, þannig að þannig er þetta í raun. Þetta er fall sem kallar í fall, bara allt til þess að hugsa sko, hvernig erum við að brjóta upp, hvað er ég að gera í þessu falli. Þá sjáum við hérna að þessi hérna eins og þetta check game fall, það getum við aftur testað, af því við erum bara að segja að það tekur inn það sem spilarinn spilaði og það sem tölvan spilaði. Það er -1 ef tölvan vann, það er 0 ef það er jafntefli og það er 1 ef spilarinn vann. En þá getum við bara sagt hérna getum við bara skrifað reglurnar fyrir leikinn okkar og getum sagt bara eitthvað, ok, skæri vinnur blað. Þetta er bara hérna, assertion sem við setjum. Jafntefli er 0. Ef ég tapa þá er það -1. Og þá er þetta í raun þetta aftur svona fall sem ég get prófað. En svo komum við hérna að þessu roundfalli og þá allt í einu þá getum við ekki skrifað test. Út af því að þetta fall, útkoman úr því, byggir á því hvað notandinn slær inn. Þannig að þá er þetta orðið svona fall sem að tekur inn eitthvað úr einhverju öðru en fallinu, þá kallar eitthvað að utan sem er þá þetta að prompta notandan eitthvað input. Þannig að við getum ekki skrifað neitt fyrir það. En hugsalega gætu við, ef það var eitthvað lógík hérna, þá gætu við hugsalega búið til annað fall sem myndi sjá það að taka þetta úr umhverfinu og senda það síðan inn í eitthvað annað fall sem væri hægt að hugsa sem svona hreint fall. Og síðan sama með play og sama með games, en það er bara þetta sem við notum til að birta stöðuna. Þannig að ef ég slekk á þessu og sýni ykkur bara svona aðeins á að ég slepp ykkur hérna vitlaus svona þannig að ég sýni ykkur hvernig leikur fer fram. Þannig að ég er hérna, ég skrifa games og ég hef ekki spilað neitt leik. Svo ætla ég að spila leik og gera play. Og besta af hve mörgum leikjum verður að vera jákvæð átutala minni en 10. Þannig ég ætla að spila best out of 1. Hvað setur þú út? Skæri, 1, blað, 2 eða steinn 3. Ég ætla að setja út skæri. Þú spilaði skæri, tölva spilaði blað. Þú sigrar. Ok, þá er ég búinn að spila eitt leik. Þá skrifum við games og þú hefur spilað eitt leik. 100% win rate. Ég ætla að spila annan leik og ég ætla að spila A. Þá bara eitthvað hérna, console error, A er ekki löglegt gildi. Úps. Ég ætla að spila best out of 3. Ég ætla að setja út skæri, það er að spila blað, yes, ok, skæri, haha, ég vann. 2-0 fyrir mannkyninu og svo framvegis, þangað til að við erum búin að spila bara eitthvað leiki og þá getum við séð hver útkoman er. Þetta er náttúrulega svona, þetta virkar, þú veist, lógíkin er þarna, ég get spila leikinn, en svo getum við séð líka, sko, getum við ímyndað okkur, þú veist, hvernig myndum við útfæra þetta ef ég ætla, þú veist, ég myndi færa þetta yfir í það að vera að smetla á eitthvað hérna og myndi sjá síðan eitthvað, getum verið með eitthvað svo, tölvan spilaði stein, þú spilaði skæri, þú tapaðir, haha. Og þú veist, hvernig við getum búið til leik sem er í raun að nota þetta. Og það er síðan í næsta verkefni. Þannig nú erum við að fókusa á það hvernig lógíkin er í þessu og hvernig við skrifum forritið sem að spila leikinn og í næsta ætlum við að búið til UI-ið fyrir leikinn. Þannig að þetta er verkefni 7.